Góða kvöldi kæra áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IA TV. Hér í bíflugnabúið á Vesturgötunni á Akranesi. Og hér framundan leikur IA og Fjölnis í fyrstu deild karla í körfuknattleik. Örn Arnarsson heiti ég og ætla að fylgja ykkur í gegnum þennan leik. Margt spennandi að sjá hér hjá báðum liðum. Fjölnisliðið ungt og efnilegt situr í 5. sætinu eins og með 20 stig og geta með sigri hér í kvöld komist upp fyrir Sindra sem stendur í 4. sætinu einnig með 20 stig, en eftir 18 leiki. Fjölnir eiga 2 leiki inni á þá, meðal annars þennan hér. Skagamenn sitja sem fyrr á botninum með 2 stig með 1 sigur í 17 leikjum, en það eru hvað ég að segja, það hérna margt búið að gerast. Það komin nýr erlendur leikmaður í lið IA, leikstjórnandi sem að ber nafni Lucien Thomas Christophis, og hann verður spennandi að sjá hvað hann gerir fyrir liðið. Og en Fjölnislið, eins og ég sagði, að skipað nánast eingöngu heimamönnum. Það þó einn amerískur leikmaður hjá þeim og það engin smásmíði. Dwayne Ross Forman Jr. Hann næst stigahæsti leikmaðurinn í deildinni með 28,5 stig og hann einnig frákastahæstur með 10,1 meðaltali, þannig að hann með að meðaltali 2x2. Fjölnismenn búnir að vinna síðustu 4 leiki. Unnu Hamar í síðasta leik 107-94, þar áður sigruðu þeir Álftanes 115-107 og einnig hafa þeir unni í þessu rönni Selfoss og Hrunamenn. Skagamenn, síðan við sáum þá síðast hér á heimavelli, að þá eru þeir búnir að spila 3 útileiki. Fyrst gegn Hamri, þar sem þeir töpuðu 92-70, síðan gegn Skallagrimi í Borgarnesi, þar sem þeir töpuðu 88-80 og síðan austur á Höfn gegn Sindra 89-77 tap þar. En leikurinn í kvöld mikilvægur fyrir bæði lið. IA 4 stigum á eftir Hamri sem í næstneðsta sætinu núna með 6 stig, með 4 stigum meira en eftir 20 leiki, þannig að Skagamenn eru ekkert úr leik, en þeir eru 10 stigum hins vegar eftir Hrunamönnum sem í 8. sætinu með 12 stig. En svo veit maður aldrei hvað gerist með þessa deild, hvort það verið fjölga liðum eða hvort það verið 1 lið sem fellur eða 2 eða hvernig sem það verður. Það hefur ekki alltaf verið á vísan að róa með liðin sem að vinna aðra deildina, hvort að þau taka sætið eða ekki, þannig að það ýmislegt sem að getur breyst, en auðvitað bara best að koma sér upp töfluna ef mögulegt er. Ég ætla að renna hérna snöggvast yfir leikmannahópana hjá liðunum. Hendri Engelbrecht nummer 0 hjá IA, nummer 1 Davíð Alexander H. Magnússon, nummer 2 Aron Elvar Dagsson, nummer 3 Þórður Freyr Jónsson, nummer 7 Kristoffer Khalid Klóver, nummer 8 Tómas Andri Bjartsson, nummer 9 Baldur Freyr Ólafsson fyrirliði, nummer 10 Július Dóra Nóna, nummer 14 Þorleifur Baldvinsson, nummer 15 Artur Fjallason, nummer 17 Ásbjörn Baldvinsson og síðan nýji maðurinn, nummer 20 Lucien Thomas Christophis, og það Hugo Salgado sem þjálfari, Portugalinn geðþekki. Hjá Fjölni örlítið þunnskipaðari hópur, en þeir eru eftirtaldir. Nummer 1 Dwayne Ross Forman Jr. sem eins og ég sagði verður mjög forvitnilegt að sjá. Þetta strákur sem spilaði ekki körfubolta í fyrra vetur og tók sér einfallega bara 1 ár í hlé af persónulegum ástæðum vegna veikinda í fjölskyldunni og en búinn að vera mjög vaxandi hjá Fjölni. Nummer 3 Daniel Ágúst Halldórsson, nummer 6 Ólafur Ingi Styrmisson, hann fyrirliði þeirra, nummer 8 Karl Ísak Birgisson, nummer 12 Hilmir Arnarsson, nummer 15 Brynja Kári Gunnarsson, nummer 16 Guðmundur Aron Jóhannesson, nummer 19 Ísak Örn Baldursson og nummer 20 Elvar Máni Símonarson, og þjálfari Fjölnis Halldór Karl Þórsson. Aðstoðarmaður hans austfirðingurinn Knái Baldur Már Stefánsson
styttist í uppkastið hérna. Eins og ég segi, Fjölnisliðið skipað, þar var tekin afstaða og gert 3 ára plan fyrir 1,5 ári síðan að búa til Fjölnislið úr Fjölnisstrákum, og það er það sem við sjáum hér. Þetta eru strákar að miklu leyti til fæddir 2004, 5 og 6 en eiga það sameiginlegt að vera Fjölnismenn. Það er körfubolti sem að mér líkar. Skagamenn hér, sjáum Þórður Freyr og Lucien Clover er í byrjunliðinu, Engelbrekt og Aron Dagsson. Hjá Fjölni er það Brynjar Kári, Daniel Ágúst, Dwayne Ross, Forman Junior, Karl Ísak og Ólafur Ingi Styrmisson. Og það er Engelbrekt og Forman sem að berjast uppkastið. Það er Forman sem að hirðir það. Og Fjölnismenn byrja í sókninni. Og það er Forman sem að ræðist á Engelbrekt sem að þarf að brjóta á honum hana strax í upphafi leiks hér. Það var leikur í gær, frestaður leikur í þessari deild, toppslagur milli Hattar og Hauka fyrir austan sem að þurfti að fresta á föstudagskvöldið vegna veðurs. Þar voru það Haukar sem að sigruðu og komu sér upp að hlið Hattamanna og er unnu upp fyrir þá. Sitja þau í fyrsta og öðru sæti bæði með 26 stig. En staðan 1-0, annað vítið. Oni, þá er það Skagamenn sem er í sókninni, Aron á Lucien, hann er á Engelbrekt út á Clover sem að leitar að skotinu, finnur það ekki. Engelbrekt síðan hérna gegn Forman, setur hann út á Aron, 2 sekúndur eftir á skotklukkunni þegar hann setur hann í spjaldið og á hringinn og út af, og það eru Fjölnismenn sem að taka frákastið, sendingin út í hornið, aftur út. Það er Daniel Ágúst. Finnur Karl Ísak sem fer í þristinn og það setur það. Það er alltaf huggulegt að byrja á að setja fyrsta skotið niður. Það er Lucien hérna með Brynjar Kára gegn sér. Fer upp í þristinn núna hérna Lucien, þetta lítur vel út. Fyrsta karfan fyrir Ía. Minnka munin í 1 stig. Þetta er gríðarlega góð byrjun. Daniel undir á Ólafur, síðan reynir sendinguna yfir í hornið en það er Lucien með stólinn bolta hérna. Lucien var villa dæmd á Forman. Þetta var ódýr villa en að sjálfsögðu hár rétt villa. Það er það innkastið. Þórður Freyr fær hann. Þórður finnur Lucien aftur. Hann fær hindrunna frá Engelbrekt. Engelbrekt nær að fara undir með Brynjar Kára sem að brýtur á honum. Þarna eru að leita að þessu í að þeir skipti á skrínunum og Engelbrekt hefur hæðina á alla nema Forman nánast þarna í liði Fjölnis. Það er Engelbrekt sem fær hann hérna og Clover. Kristoffer Clover út á Aron sem fer aftur í þristinn og framan á hringinn núna og Fjölnismenn með frákastið. Forman Junior keyrir á Aron hérna upp á körfunni, sendir hann út í hornið. Hættir við, boltinn fer að rúlla vel yfir hérna og Ólafur Ingi með stutt skot hérna á endalínunni. Þórður. Aron vill fá hann hérna undir og vill að dæmda á Daniel Ágúst. Gríðarleg stemming í stúkunni eins og við heyrum. Og Lucien ræðst inn að körfunni, svingar honum yfir á Clover sem að fer í þristinn, hann er stuttur.
Og Daniel Ágúst með frákastið, finnur Forman sem að nálgast körfuna við fínasta vörn hjá IA. Þórður Freyr bruna fram fyrir gula, Lucien langar í þristinn, hætti við, ræðst inn að körfunni, mjög flott hreyfing. Lucien kom með 5 stig. Byrjar feril sinn vel hérna hjá IA. Og en Fjölnismenn ennþá að leiða hérna þessi er víðsfjarri hjá Karli. Missir af hringnum hana. Svo kallar loftbolti. Aron kemur upp með boltan fyrir IA. Karl til varnar. Aron fær hindruna frá Engelbrekt sem að fer svo undir. Þórður inn á Engelbrekt. Klóver laus í horninu, frábær boltarhreyfing og Lucien aftur í þristinn og setur hann. Frábær boltarhreyfing hérna hjá IA. Og Lucien byrjar hérna með látum fyrir Skagamenn. Klóver dæmdur brotlegur eða hvað? Millan dæmd á hann. Skagamenn komnir yfir 8-6. Daniel Ágúst með góða hreyfingu þarna, sendingin út í horni, Karl Ísak í þristinn, hittir ekki, Klóver stígur vel út þarna og Skagamenn kom í sókn. Lucien fer núna í stutt tveggjastiga skot, það er aðeins skakt. Ólafur Ingi erfið sending en Þórður Freyr nær ekki valdaboltanum, slær hann út af. Daniel Ágúst ræðst á, kemst upp að körfunni, leggur hann onni, þetta var aðeins of auðvelt. Jafna metinn. Klóver á Aron, fær hann aftur. Það er ekki opnunni, Þórður í þristinn, skakkur, Lucien með frákastið. Virðist hafa ágætt í stökkrætt líka, Klóver í langan þrist, hittir ekki, hann var á stuttur. Löngsending fram hérna, Karl Ísak, flott skot yfir hringinn. Kemur langur bolti fram á Klóver og Ólafur Ingi til varnar og það er sóknarbrot dæmt á Klóver. Önnur villan þá á Kristoffer Klóver. Þá er líklegt að það sé skipting hjá IA. Og það er Davíð Alexander sem kemur inn á. Þetta er ekki góða fréttir fyrir Skagamenn. Það er kannski full ákveðin í því að fá snertinguna þarna í þessu sniðskoti. Frábær karfa hjá Brynjari Kára. Fjölnismenn komnir yfir á ný, 10-8, frábær hindrun þarna hjá Aroni, en vörnin mjög góð þarna hjá Ólaf Inga. Forman, Engelbrekt á móti honum, nær að loka á skotið. En Fjölnismenn er með boltan, Daniel Ágúst, ræðst hérna á Davíð, erfitt skot, en það eru Fjölnismenn sem að ná frákastinu, Forman í tveggjastiga skot, það er aðeins og stutt. Gríðarleg baráttu í frákastunum hana hjá Fjölnisstrákunum. Og þá er skipting hjá Fjölni, Hilmir kemur inn á fyrir Karl Ísak. Davíð Alexander er tvöfald á hann hérna, finnur Lucien.
hann ræðist inn að körfunni, setur hann út á Þórð Frey, Þórður hittir ekki en fínasta opnun þarna, Forman fellur við þarna en nær að halda boltanum erfitt smá hérna reynsluleysis sóknarleikur hjá Fjölni þarna Lucien Aron vill fá hann undir, Lucien ræðist inn að körfunni, Davíð út í horninu núna, Davíð setur það, þristur. Já, Lucien ekki bara að skora, hann að finna félagana. Kemur Forman inn að körfunni, frábær gafpreng hjá honum og Davíð Alexander brýtur á honum. Plataði Engelbrekt þarna algjörlega upp úr skónum. Og Forman á línunni annars inn, ekki öruggið uppmálað hana, vel af, hann getur jafnað hérna með seinna vítinu. Nei, gerir það ekki, Aron með frákastið. Davíð Alexander, test hérna fram hjá Daniel, finnur Aron. Lucien að reyna að opna sig hérna af, nær í boltan. Það síðan hindrunna frá Engelbrekt. En ná að skipta hérna. Skot hjá Lucien yfir Forman. Þarna hefði hann kannski betur reynt að finna Engelbrekt undir körfunni. Fínasti sprettur þarna. Ólafur Ingi fór bara alla leið sjálfur. Davíð og Engelbrekt. Komin undir körfuna, Forman til varnar, nær að trufla hann. Davíð nær frákastinu. Engelbrekt, þarna var nú alveg kortir í sóknarbrot en ekki dæmt. Skotið misheppnast, Aron búinn að stela honum hérna. Aron upp að körfunni og setur þetta niður og kemur Skagamönnum aftur yfir. Fínasta pressa þarna sem að skapaði þessa körfu. Daniel á Brynjar sendir hann undir körfuna en Ólafur Ingi nær ekki þessari sendingu og boltinn út af. Hóra Skagamenn, Aron reynir að finna Engelbrekt hérna, tekst hjá honum, Engelbrekt kemst inn að körfunni, virtist nú að broti á honum hérna en hann klárar þetta krafti. Forman nú þegar kom með eina villu, hann vill nú ekki fá að fara að bæta því við hjá sér. Stutt skot hjá Forman. Ekki alveg ná sér á strik ennþá í þessum leik. Og langt skot, frábært frákast hjá Davíð. Þórður, heppinn hérna, Aron nær þessum, 5 sekúndur á skotklukkunni, Aron ræðst á körfuna, setur hann í spjaldi og niður. Þetta skot í blóðinu, spjaldi niður. Dagur Þórisson, faðir hans, algjör snillingur í þessu. Notaði spjaldið óspart til þess það. Lucien með frábæra vörn, Daniel Ágúst nær að koma skotinu og Brynjar Kári nær frákastinu og Blakarsson í 3 stiga forusta Skagamanna. Lucien og Aron finnur Davíð með fallegt skot, skilar þessu niður. 34 sekúndur eftir hérna fyrsta leikluta og villa hérna dæmd á Davíð Alexander. Brynjar Kári að ráðast á körfuna. Það skotréttur þannig að Brynjar Kári fer á vítalínuna. Þá koma þeir Arthur og Tómas Andri inn á fyrir Þórð og Engelbrekt.
og Brynjar Kári á línunni. Ekki nýtir á það. Einhver vandræði með tölfræði úr þessum leik, einhver hluta vegna. En þá kemur skipting. Brynjar fer af velli og í hans stað kemur leikmann númer 19, Ísak Örn Baldursson. Davíð Alexander undir pressu hérna frá Daniel Ágúst sprækur hann í vörðinni. Tómas aftur á Davíð. Lucien langar að fá hann, nær því ekki. Davíð Arnþór vildi fá hann hérna 3-2 á skotklukkunni. Aron í skotið, að sjálfsögðu spjaldið og Tómas nær þessum bolta. Aron í þristinn, settu þetta niður drengur. Nei, það fór ekki. Hefði verið ansi hressandi endir á þessum leikluta hefði Aron sett þetta niður, en það er ekki auðvelt fyrir mig að fara yfir tölfræðina hérna úr þessum leik eins og staðan er á það er eitthvað klikkar í tölvukerfinu, þannig að ég get ekki farið yfir stigaskorara, en ég er nokkuð vissum að stigahæstur Skagamanna er Lucien Thomas Kristófis sem að búinn að skora 7 stig fyrir að gefa stóðsendingar. Hann allavega er að heilla mig hérna á þessum fyrstu mínútum sínum í búningnum, og Skagamenn í rauninni með bara verðskuldaða forystu hér eftir fyrsta leikluta. Gleymum því ekki að Fjölnismenn búin að vinna 9 af síðustu 10 leikjum. Búin að vera á fínu flugi og eru í úrslitakeppni sæti og nokkuð þægilega eins og staðan er akkurat núna. Með 4 stiga forskot á Selfoss sem að kemur þar fyrir neðan. En gríðarlega spennandi deild. Haukar í efsta sæti fyrir ofan Höttóð sem er í jafnmörg 26 stig, síðan er Álftanes í 3. sæti, búin að tapa 3 í röð reyndar Álfnesingar, meðal annars fyrir Selfossi á heimavelli núna föstudagskvöldið í hreint ótrúlegum 4. leikluta sem að Selfossingar áttu þar, og Sindramenn í 4. sæti sem stendur með jafnmörg stig og Fjölnir, en þar fyrir neðan Selfossingar með 16 stig eins og Skallagrímur. Þannig að sko, eins og staðan er núna þá er úrslitakeppnis sætin, efri hlutin er nokkuð þægilegur, en það þarf ekki mikið að breytast til þess að Selfoss og Skallagrímur komið sér í möguleikann. En annar leikluti hafinn. Og smá misskilningur hérna. Lucien fær hindrunum frá Arnþóri. Lucien inn að körfunni, sendur hann síðan út á Aron sem fer í þristinn og setur hann onni 22-15. Formann hefur ekki náð sér á strik, fer í stökkskotið allt og stuttur. Það vantar annan erlendan leikmann reyndar í Fjölnisliði sem er víst með COVID núna. Því hvort að Formann vantar hann, en Aron er skítsama. Annar þristur hjá Aroni og munurinn orðinn 10 stig. Daniel á Hilmi, aftur á Daniel. Daniel ræðist á körfuna og vill að dæmda á Tómas, sýnist mér. Og Daniel Ágúst á vítalínunni. Já, fyrra vítið onni.
og Daniel öruggur 25-17. Það er Ísak sem að reynir að hafa heimil á Lucien, sendingin erfið, frábærlega gert, Tómas síðan undir körfunni, blakar honum út í hornið, Lucien er ekki að halda þess inn á. Það var svona slísaleg sókn hjá Skagamönnum. Daniel og Davíð til varnar. Þá fer kerfið í gang. Formann fer í árásina hérna upp að körfunni, ágætlega klárað, nær þó ekki að hitta og kemur síðan, það var út af, kemur inn og tekur frákastið og innkast sem að Skagamenn eða kemur Klóver inn á fyrir Lucien Kristófis. Byrjar vel með sínu nýja liði. Breskur Íri sendingin út í hornið, Tómas í þristinn, spjaldið, það er ekki allir sem reyna þetta, ekki þaðan en hittir ekki. Frábær sending út í hornið og Karl Ísak í þristinn, hittir ekki, Arthur tekur frákastið, Aron vill bara keyra á þetta, finnur Davíð sem fer í þristinn, hittir ekki. Daniel með flotta sendingu, þarna gott hlaup hjá Ísaki Erni og þá taka Skagamenn leikhlé. 25-19 er staðan. 4 stig í röð hjá Fjölni og Hugo Salgado vill stoppa það af, ekki hleypa þeim neitt nær en það. Og enn er ekkert að frétta hérna í tölfræðinni. Verðist vera eitthvað smá hyggst í tölfræðinni frá okkar manni þarna niður á vellinum, en því að það er næst tölfræði úr öðrum leikjum hérna inn á kkvi.is þar sem verið er að leika í úrvalsdeild kvenna. Áfram sama liði síns mér hjá Fjölni. Brynja Kári kominn aftur inn á og en sama liði á Skagamönnum. Klóver, Aron, Davíð Alexander, Tómas og Arthur. Davíð fær hindrunna, Tómas fær hann, Klóver vildi nú fá hann undir hérna, fékk ekki, með lítinn mann á sér. Davíð Alexander kominn í erfiðleika og slökk sendingi á honum, þá kemur Formann á ferðinni, ræðist hérna gegn Arthuri sem að næra trufla hann og misnota síðan seinna skotið. Það var Aron á Klóver. Klóver í þristinn, beint onni! Ég ætlaði einmitt að fara að segja að hann er búinn að hafa hægt sig hérna sóknarlega, en það fekk hann 2 villur mjög snemma í leiknum. Það er Formann sem að ræðst inn að körfunni, núna gegar ekkert hjá honum. Klóver í árásina. Ræðst núna inn að körfunni, setur hann út í hornið, boltinn flýtur aðeins, Tómas fær hann aftur, fer í þristinn, nei, hann stígur á línuna, beint onni hins vegar. Og 30-21. Já, Tómas við það að stela boltanum hana, en Hilmir nær að halda þessu. Formann ræðst á körfuna og það er villa dæmd á Arthur. Eða hvað? Eða hvort það var
dæmd villa áður. Þetta var svona alveg, hefði alveg verið hægt að dæma sóknarbrot á þetta allavega. Engelbrekt kemur þá inn á fyrir Arþór. Já, þarna skorar Formann fyrir að vítinu. Mikka munni 8 stig, 6-0, 4 eftir af fyrri hálfleik. Fínasti leikur hjá heimamönnum hérna enn sem komið er. Tómas setur hann aftur á Davíð. 12 sekundur á skotklukkunni. Davíð fer á stað. Klóver reynir að keyra inn að körfunni, gengur ekki. Mikil barátta hérna og endar með því að dæmd er villa á leikmann númer 7. Kristoffer Klóver. Sá ég það ekki rétt? Mér sýndist það. Nei. Þetta er önnur villan. Hvort að villan hefur verið dæmd á Tómas sennilega. En Lucien Thomas Kristoffis kominn inn á fyrir Davíð Alexander. Eins er Karl Ísak kominn aftur inn á fyrir Fjölni. Hilmir. Ísak undir körfuna, frábær vörn en dæmd villa á Engelbrekt þarna fyrir hrindingu. Og þannig er mögulega stokkið á bakið á honum þarna, en þetta leit nú vel út. Það er Karl sem að fer á vítalínuna. Ekkert nema net hjá honum. Og frábær víti hjá Karli. Kristoffer kemst fram hjá Ísak. Tómas, hann inn á Engelbrekt með hæðina hérna og skilar í svoni. Þetta er bara skildu karfa hjá Engelbrekt hérna. Brynjar fær hann hérna. Setur hann út á Karl, hótar skotinu, fer síðan í flott skot, hittir ekki. Lucien með frákastið. Hilmir til varnar gegn Lucien hérna. Engelbrekt vill fá hann aftur hérna. Engelbrekt nær ekki að snúa sig inn að körfunni út á Lucien, vill fá hann eflust aftur hérna. Og villa dæmd á Hilmi. Já, skipting hjá Fjölni. Daniel Ágúst og Formann kom aftur inn á. Það er Klóver fyrir í að fær hindrunna frá Engelbrekt, missir hann frá sér en þessi fer af fætinum á Ólaf Inga, sýndist mér nú. En dómarinn öðru máli, það eru Fjölnismenn sem eiga innkastið. Daniel Ágúst. Ólaf, hann á Formann sem að fer í árásina á Engelbrekt. Þetta er erfitt, gríðarlega erfitt. Engelbrekt liggur eftir. Fengið hann að högga kviðin eitthvað í snúningnum hjá Formann. Þetta var allt og erfið tilraun hjá honum. Hann er ekki alveg að ná að finna rétta taktinn eins og komið er. Aron fær hann úr ringastinu, aftur á Klóver. Klóver kemur upp með boltan. Og Aron og Lucien langar í skotið.
Hætti við, bakkar aftur út, fer aftur í árásina, erfitt, Tómas fær boltan, setur þristinn, hittir ekki. Það er Foreman sem að, og þetta er rosalega ódýr villa sem að Henry Engelbrecht er að fá hérna. Algjör óþarfi hjá honum að vera að reyna að stela boltanum hérna. En það skiptir hann og Baldur kemur inn á í fyrsta skiptið, Baldur Freyr Ólason kemur inn á í hans stað. Og Fjölnismenn í skotrétti í vonalag, þannig að Foreman fer á línuna. Misnundar seinna vítið. Kemur löng sending fram, allt og löng fyrir Tómas. Aron aðeins að fara fram úr sér. Þórður Freyr kemur inn á fyrir Tómas. Þórður ennþá eftir að skora. Við höfum nú séðan detta í þvílíkan gír hérna á köflum. Það býr í honum. Það er að Foreman ræðst á Baldur og gerir þetta vel. Skilar þið Soni. Aron vill fá hann undir. Með Daniel Ágúst á sér. Sendir hann út í hornið á Þórð. Þórður kemst ekki. Sendingi frá honum slök og Foreman stígur út af. Baldur ætlaði að fá hérna rauðningin, fekk nú ekki. Hefði nú hæglega geta fengið á sig hindruna villu hérna, en Foreman að ná sér í, eða missir boltan út af, stígur á línuna. Nú síðan fær hann hérna, hefur ekki verið að skora mikið. Svona síðar en hlutan af seitt fyrir hálfleik. Nú síðan fer hins vegar hérna í árásina út í horni á Þórð. Þórður í þristinn, hittir ekki, hann er ekki að finna færið ennþá. Daniel Ágúst út í hornið og aftur á Foreman. Foreman reynir að snúa sig inn að körfunni, gerir þetta frábærlega. Baldur ekki að ráða við risan sem hann er. Hann Dwayne Ross Foreman Jr. Gríðalegur skrokkur. Þá kemur, hann þarf að þurrka gólf. 32-28. Fjölnismenn búnir að éta upp muninn hérna sem var orðin 10 stig þegar mest var. Þórður á Lucien. Það vantar eitthvað í gang hérna. Kemur Baldur, gefur honum hindrunina. Þykkur það ekki, Lucien fer bara sjálfur. Skilar þið Soni. Hann þurfa að taka skarið. Þannig var eitthvað svona smá vandragangur hjá Skagamönnum. Það munið 6 stig. Daniel á Ísak. Inn á Foreman. Kemur út fyrir, bakkar inn hérna Baldur til varnar, Aron hjálpar til og hérna hefði hæglega verið hægt að dæma vill á Baldur. Endar bara í frákasti á Aroni. Aron á Þórð. Þórður í árásina, Baldur, sóknarbrot á hann. Nei, býtum við, þeir eru ekki sammála. Það er innri dómarinn sem að ræður og dæmdi hindrun. Og Baldur fær 2 víti. Þannig að það var ytri dómarinn að fara að vildi dæma rauðning. En innri dómarinn var nær þarna. Baldur misnota fyrra vítið. Síðara líka. Það var Foreman og Baldur þarf að brjóta á honum einfallega. Foreman snöggur á fótunum. Kvikur
og bara nú eru Fjölnismenn duglegir að koma sér á vítalínuna, skynsamlegt, en þá tæpar 2 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Það eru búin að vera í skotrétti í töluverðan tíma. Ásbjörn Baldvinsson gerir sig kláran á bekknum hjá IA. Formann skorar fyrra vítinu og síðara vítið misnotar hann. Baldur með frákastið. Kemur Aron upp með boltan. Erfitt hjá honum. Aron með frábæra hreyfingu, spjaldinn og af og hann tekur frákastið, fær villu og setur hann. Já, þetta var vel gert. Óheppinn hérna í fyrra skotinu en nær frákastinu og fær villu að auki þarna. Fer Baldur af velli, Ásbjörn Baldursson kemur í hans stað. Skipting hjá Fjölnismönnum líka, Ísak kemur af velli og Karl kemur inn á. Aron á vítalínni, misnotar það. Munurinn 5 stig, 1,5 mínútu eftir að fyrri hálfleik hérna. Daniel Ágúst og Karl nær ekki að finna skot þarna og stólinn bolti hjá Lucien. Frábær hreyfing hjá honum, Klóver, mikil snerting þarna, ekki dæmt en skilar þessu niður. Það verður ekki. Brynjar Kári reynir skotið, gengur ekki. Aron með frákastið, mínúta tæp eftir núna að fyrri hálfleik. Lucien á Klóver inn að körfunni og nær ekki að skila þessu niður. Smá kæruleyslegt þarna að klára þetta. Frábær vörn hjá Aroni en dæmt vill á hann. En þetta var svona, já, slapp við að vera að fá á sig þarna óíþróttamannslega villu en það var hann að reyna við boltan. Vildi eflust meina hann hefði bara hreinlega náð því en Karl nær hérna að minnka muninn fyrir Fjölni í 8 stig, 38-30. Þorleifur Baldvinsson klár á bekknum einnig hjá IA og Aron fer að velli í hans stað. Og þeir báðir inn á núna bræðurnir úr skórolti. Lucien fær boltan. Fjölnismenn eiga eftir að fá boltan einu sinni í yfirbót. 30 sekúndar eftir, 18 á skotklukkunni, þannig að Lucien í smúð skot nær ekki að skila því niður. Fjölnismenn eiga þá möguleika á síðustu sókninni, það munar rétt sekundu á leik og skotklukku. Þannig að í rauninni eiga Fjölnismenn hérna að eiga geta átt síðasta skotið. Formann fer í árásin á Þorleif og brotið á honum. Það er Ásbjörn sem gerir það. Það er að 5:09 eftir. Þannig að Skagamenn eiga möguleika á að eiga síðasta skotið hérna eftir vítin frá Formann. Spurning hvort að Hugo tekur leikli ef hann setur bæði. Fyrir að vitið vel af. Síðara vitið geigar einnig eða hvað, jújú, en Fjölnismenn á frákastinu, Karl og síðan Formann og Klóver. Þórður nær að setja skotið á stað, hittir spjaldið en ekki meir en það. 38-31 hálfleikstölur hér. Fínasti fyrri hálfleikur hjá IA, ekki síst í fyrsta leikluta þar sem að meðal annars Lucien Thomas Kristófis hefur farið mikinn fyrir Skagamenn, nýi leikmaðurinn, en við munum taka okkur smá pásu hérna eins og aðrir og sjá hvort að við náum einhverjum fréttum af tölfræðinni, hvort að það sé hægt að kippa því einhvern veginn í liðin, en að maður geti haldið ykkur upplýstum með það. En Örn Arnórsson heiti ég og ætla að taka mér smá hlé. Komið aftur endilega og horfið á síðari hálfleik hjá okkur
hér eftir smástund. Takk fyrir í bili.
Jæja, kæra áhorfendur, verið velkomin aftur hérna í Býflugnabúið á Vesturgötunni á Akranesi. Er framundan síðari hálfleikur hjá ÍA og Fjölni. Mér áskotnaðist hérna útprent af svona helstu tölfræði fyrri hálfleiks og ég ætla kannski að fara yfir það með ykkur hérna. Stigahæstur hjá ÍA í fyrri hálfleik hérna með 12 stig, Aron Elvar Dagsson sem var hreint út sagt frábær á köflum. Lucien Thomas Kristoffis með 10 stig. Síðan Davíð Alexander og Kristoffer Khalid Klóver með sikkur 5 stigin, Hendri Engelbrekt með 4 og síðan Tómas Andri Bjartsson með 2 stig, eigum ennþá inni algjörlega hann Þór Frey Jónsson sem hefur ekki ennþá náð að skora í 4 tilraunum. Hjá Fjölni Dwayne Ross Forman Jr. með stigahæstum með 10 stig, þar af 4 úr vítum. Karl Ísak Birgisson með 7 stig, Daniel Ágúst Halldórsson og Ólafur Ingi með 4 en Brynjar Kári Gunnarsson með 5 og síðan Ísak Örn Baldursson með 2 stig. Skotnýtingin töluvert betri hjá Skagamönnum, heilt yfir 41% hjá Skagamönnum, 35,7 hjá Fjölni. Þryggjastæða nýtingin hjá Skagamönnum 30%, 25% hjá Fjölni, en að muna mest skotnýtinguna í tveggjastæða skotum, 52,6% hjá Skagamönnum en 37,5% hjá Fjölni. Og síðan ein áhugaverð tölfræði sem að hefur nú oftar en ekki verið meira í óhag, en það stig eftir tapaða bolta hins liðsins. Skagamenn búin að skora 11 svoleiðis stig eftir að hafa unni boltana Fjölnismönnum, en Fjölnir skorað 4 svoleiðis, bæði lið búin að skora 16 stig í teiknum og en Fjölnismenn með fleiri stig úr hraðaplöpum, en áhugavert að það bekkurinn hjá ÍA hefur skorað 7 stig gegn 2 stigum hjá Fjölni. Fráköst ekkert ósvipað, 22 fráköst hjá Skagamönnum og 26 hjá Fjölni, en Skagamenn með fleiri stóðsendingar. En 6 stiga munur hér í hálfleik, 38-32, æsi spennandi síðari hálfleikur hérna framundan. Gaman að sjá hvort að Skagamenn ná að halda dampi, ná að halda Fjölni niðri. Allavega var svona stemmingin í stúkunni þannig að það ríkir bjartsýni og með nýja tíma, menn að sáttir með nýjan leikmann sem að virðist hafa vera svona eitthvað sem að liðinu hefur vantað. Þá ég að tala að sjálfsögum Lucien Thomas Kristoffis sem að hefur stýrt sóknarleik Skagamanna í þessum leik. En það Fjölnismenn sem að hefja leik hér í síðari hálfleik. Sýnist að vera byrjunarliðið hjá þeim sem að inn á Daniel Ágúst, Brynjar Kári, Karl Forman og Ólafur Ingi. Sama með Skagalið. Karl byrjar á að skora hérna, minnka munin í 4 stig. Klóver kemur upp með boltan fyrir Skagan. Inn að körfunni, erfitt skot, Engelbrekt með frákasti, nær ekki að blaka honum niður. Forman sammála Lucien hana, virtist skrefa hana, ræðist síðan inn að körfunni. Engelbrekt vinnur á honum boltan, Forman að halda honum inn á. Daniel í erfitt skot, skilar þessu niður, en hana í sókninu á undan. Klóver barðist hana, náða að koma sér upp á körfunni, en Forman gerði mjög vel í að trufla hana. Lucien á Þórður hefði ekki pláss til að skjóta, finnur Klóver fyrir skotið, tveggjastega, hittir ekki. Það geta Fjölnismenn jafnað. Daniel Ágúst ræðist hérna á Klóver dæmdur brotlegur, 3. villan á hann. Fjölnismenn að byrja hérna af krafti síðari hálfleikinn. Og heimamenn verða að passa sig að hleypa þeim ekki of langt. Daniel á Karl í þristinn, hittir ekki. Þórður Freyr í frákastinu, en Brynjar Kári
slæra hann út af. Það var það Aron sem að færa hann hérna á innkastinu. Lucien kemur síðan og sækir hann. Brynjar Kári til varnar. Aron aftur á Lucien. Það hindrunina frá Engelbrekt. Nýtir hann ekki vel. Lucien aðeins gleymir sér hérna. Frábær vörn hjá Brynjari. Stelur á honum boltanum. Það er það Formann. Fær ekkert fyrir sinn snúð þarna. Vill fá villuna, fær ekki. Þórður. Fjölnismenn fljóti tilbaka að undanskildum Formann. Engelbrekt fer í árásina hér og nær villu á Ólaf Inga. Þurfa að nýta betur, myndi ég segja, hæðamunin sem að Engelbrekt hefur þarna þegar að Formann skiptir af honum. Vantar kannski aðeins meiri þolinmæði að finna og sjá þær stöður þegar þær komu upp. Já, það er í rauninni enginn hann inn á annar en Formann sem ætti að ráða við Engelbrekt. Sjáum að Hugo Salgado, það er ekkert verk of lítið fyrir þjálfaran hjá Skagamennu hér. Menn fara bara á kústinn og gera það sem það þarf að gera. Það er þjálfara mættu taka sér þetta fyrirmyndar hérna. Gera þetta með bros á vör hér. Og er það Skagamenn með Ingasti, Klóver, fær hann hérna fyrir utan þryggjastælínuna. Þórður Freyr með plás, hitt fyrir skotið, það er á stutt. Engelbrekt í barástunni og Lucien nær síðan frákastunni og endanum kemur hann aftur á Engelbrekt. Engelbrekt nær ekki að koma sér í skotið og Formann stelur þessum bolta. Formann, Dagur er fyrir, setur hann út. Daniel Ágúst í þristinn, hittir ekki. Aron með frákastið. Já, Fjölnismenn ekki að ná að jafna. Nú vantar Skagamönnum að komast hérna í fá stig. Lucien með þrist of stuttur. Þórður Freyr með frákastið, aftur út á Lucien. Hann er hérna aðþrengtur út í horni, næra að koma þessu út. Klóver, 4 sekundur á klukkunni. Engelbrekt næra búið til pláss fyrir hann, hittir rétt svo hittir hringinn hana. Þetta ætti að, já, þetta er alveg rétt. Innkast sem Aron nær í hana fyrir IA. Og það er tæknivilla á bekkinn hjá Fjölni. En þetta var alveg rétt, boltinn snerti hringinn hjá Klóver. Og þar af leiðandi var þessi bolt í leik. Skotklukkan ekki búin að endurnýja sig þarna. Og Aron náði að slá boltanum hérna í Brynjar sýndist mér. Og þá fer Lucien Kristófis á vítalínuna. Getur auki munin, skora fyrsta stigið fyrir Skagan hérna í síðari hálfleik. Og Davíð Alexander að koma inn á fyrir Þór Freyr. Þór Freyr ekki ennþá fundið fjöluna sína. Hér í kvöld. En Lucien út á Davíð og kemur svo að færa hann, nær ekki skotinu, aðþrengdur Aron á Klóver. Karl til varnar, Klóver á að nýta sér það, fer í flotskotið og að fer niður. Við myndi alveg vilja sjá meira Klóver í sóknarleiknum hérna. Reyndur leikmaður að spila hérna gegn óreyndum og vill að dæmda á Davíð Alexander. Og ég kalla svolítið eftir því að Klóver sem að var einungis með 5 stig í fyrri hálfleik í 5 tilraunum. Formann, Engelbrekt gerir vel í að trufla hann hérna en frákast hérna hjá Daniel Ágústi. Náður að reyfa boltan út úr þessu, já, þið gera það. En skotklukkan rennur út
Fjölnismenn meina að boltinn hafi farið í ringinn. En menn þurfa að passa sig á bekknum. Nú bara er ég ekki viss. Já, menn ekki sáttir. Það er Lucien sem að fær hindurinn frá Engelbrekt nær að komast inn að körfunni, nær ekki nógu góð valdi á boltanum. Karl til varnar, fer í skotið, ekki dæmt. Lögleg vörn hjá Karli. Frábær sending hérna hjá Formann og Brynjar Kári skorar, minnka munin í 1 stig. Það er aðeins meiri erfiðleikar. Við erum búin að vera að kíkja hérna á upptökuna af þessu atviki hérna áðan og að sjálfsögðu var þetta hárrétt. Þetta eru mistök á ritaraborðinu á skotklukkunni. Boltinn snert ekki bara ringinn, hann snert hann 3 sinnum. Lucien við það að stela boltanum, Formann hirðir hann upp. Fer á Engelbrekt, kemst upp að körfunni. Engelbrekt gerir hellingi að trufla hann. Sjáum að Formann er ekkert að drífa sig á fætur. Skagamenn núna hérna 5-4. Engelbrekt komin undir körfuna. Fer ekki sterkt upp hérna og þar á leiðandi er Formann 1 frammi og nær að klára þetta. Klóverskinn sem er hérna að vera ekkert að brjóta á honum. En þannig hefði maður nú viljað sjá meiri kraft í Engelbrekt hérna. Davíð. Vörnin er ansi spræk hjá Fjölnismönnum núna, þessir ungu menn. Davíð reynir að finna að Engelbrekt gengur ekki. Þá koma Fjölnismenn. Já, frábærlega gert hjá Aroni sem að truflar þessa sendingu. Ekki nóg vel framkvæmt. Hraðaplöp hérna hjá Fjölni. Brynjar með frekar dabra sendingu. Þá kemur Ísak Örn inn á og Þórður Freyr fyrir Skagan kemur inn fyrir Klóver. Og fyrir það sem að fer að velli hjá Fjölni. Það er Formann. Það er bara 100% Fjölnislið núna. Þeir eru lágvaxnir, þeir eru fljótir. Skagamenn ættu að geta nýtt sér hæðina núna. Davíð, Skagamenn í töluverðum vandræðum. Já, við erum hérna bara að fylgjast með fréttum sem að skipta nú marga Skagamenn máli. Það er nýjustu fréttir komnar inn á vestri.is að Jón Þór Hauksson hefur látið að störfum sem þjálfari Vestra í knattspyrnu. Og þá er tekið leikhlé hjá Skagamönnum og Jón Þór Hauksson virðist hafa vera búinn að ná samningum við IA sem þjálfari meistaraflokks karla. Það er gaman að koma svona fréttum frá sér í beinni og ágætt að þetta tók ekki langan tíma fyrir Skagamenn að ná sér í nýjan þjálfara. En leikhlé sem að Hugo Salgado tekur ekki alveg nógu ánægður með hvernig Skagamenn er að, ég held að hann sé fyrst og fremst óánægður með framkvæmdina á sóknarleiknum akkurat núna. En stigaskorið þannig núna Aron ennþá stiga eftir Skagamanna með 12 stig. Lucien Thomas kom með 11. Dwayne Formann með 12 stig hjá Fjölni. Karl Ísak með 9. Og það eru Skagamenn sem eiga boltan hér undir eigin körfu. Fjölnismenn ennþá með 100% Grafavog hérna. Lucien upp á körfunni, þetta er erfitt. Engelbrekt í baráttunni slæðir boltan út af. Men það er ekki að ná sér í nóg góð færi. Það er aðeins breyting frá fyrri hálfleik þar sem að Skagamenn náða oft á tíðum að láta boltan ganga gríðarlega vel og nýta styrkleikana betur en þeir eru að gera núna. En Fjölnismenn núna í sók. Daniel og Karl leysir inn að körfunni. Frábælega gert hjá Daniel, nær ekki að setja niður, nær síðan frákastinu sjálfur frá Engelbrekt og Fjölnismenn komnir yfir 44-43.
Lucien kemur upp með boltan. Gríðarlega góð vörn hjá Brynjari. Aron, það er of mikið dripp finnst mér núna, en Aron gerir vel. Það er hann komið með 14 stig. Kemur langur bolti fram, fín vörn hjá Aroni. Hver átti síðustu snertinguna þarna? Það var Fjölnismaður. Og Ísak stígur þarna á línu. Kemur Karl af velli og Forman Junior kemur aftur inn á. Já, það er kannski líka bara allt í lagi að við vorum að tala fótboltan áðan að við óskum að sjálfsögðu Jóhannesi Karli góðs gengis í nýju starfi. Það er spennandi tíma framöndan hjá honum. Og í rauninni algjörlega fullkomlega eðlilegt að Klóver fer í árásina. Frábær hreyfing hjá Kristoffer Klóver. Kemur Skaganum í 47-44. Ísak á Forman, hann á Daniel. Brynjar fær hann aftur á Ísak. Ísak fer í árásina, stígur á línu, fer út af með boltan. Ísak Örn. En fínasta vörn þarna hjá Davíð Alexander í rauninni að loka leiðinni fyrir honum þannig að hann hafði engan annan valkost en hann bara stíg út af. Hann gerir þetta fullkomlega löglega, Davíð. Aron. Ég ætlaði að fara að segja að vantar að Skagamenn fara að láta boltan vinna betur. Passa að segja að þetta ekki í það að allir þurfi að dribbla. Engelbrekt með frábært sveifluskot, spjaldið onni. 49-44, fínt svar hérna hjá heimamönnum. Daniel, erfitt skot en frábærlega klárað. Hann er óhrættur við að ráðast inn í teginn. Hann fyrir Aron Elvar. Og það er Evrópuskref, fær villuna á Ísak. Hefði viljað langað að setja þetta niður. Hvað er nú? Tæknivilla á Lucien Kristófis. Veit ekki fyrir hvað, það er náttúrulega væntanlega einhver mótmæli eða óíþróttamannsleg tungutak. Og Brynjar fer á vítalínu. Hilmi kemur aftur innan núna fyrir Daniel Ágúst sem er búinn að eiga hérna fínasta leik. Brynjar er ekki uppmálað. Fyrst var það mitt tæknivítið tekið og þá er væntanlega Aron að fara á línuna hinum einn. Lucien að fá hérna útskýringar á því hvað hann gerði rangt. Menn þurfa að læra inn á íslenska dómara þegar þeir eru að byrja að spila hér. Aron er ekki uppmálað hérna. 50-47, 2:22 eftir að þriðja leikluta. Og síðara víti misnotar hann og Fjölnismenn taka frákastið. Forman keyrir hérna, sendir hann út á Brynjar. Davíð Alexander til varnar. Hilmir kemur út úr teiknum. Forman sækir hann, Engelbrekt til varnar. Forman reynir að búa sér til pláss. Fer í skotið, hittir ekki. Aron stekkur hérna hátt yfir Ólaf Inga og heyrði frákastið á honum. Og það er Lucien og Engelbrekt hérna að vinna saman. Engelbrekt setur hann niður og fær villuna auki. Frábær vagg og velta hérna, eða veggur og velta. Setur hérna hindrunina, snýrinn af krafti og frábær sending frá Lucien Kristófis. Og Engelbrekt skilaði þessu niður og fær villu auki. Og vítið ratar rétta leið. 6 stiga munur það núna, 53-47. Það er það Forman á Ísak undir á Ólaf. Ólafur fer í skotið, öryggið uppmála hana á þessu færi.
Lucien kemur upp með boltan. Það er hindrunina frá Engelbrekt, missir hann frá sér. Davíð Alexander nær að bjarga þessu. Aðþrengdur, kemur honum á Lucien og ætti einhver að vera laus einhvers staðar. Engelbrekt finnur Aron út á Klóver. Boltinn rúlar vel hérna úti í horni á Davíð sem fer í þristin. Þessir og langur, hittir ekki hringinn. Og hraðaflöpi á Fjölni. Ísak, Lucien stekkur upp á hann hérna. Fínasta gabbreyðing hérna hjá Ísaki. Og fær 2 víti. Fín hreyfing á boltanum þarna aftur hjá IA. Eina sem að vantaði var að nýta skotið. Brynjar Kári fer að velli. Og Daniel Ágúst kemur aftur inn á. Ísak. Örugt víti. Minnka munn í 3 stig. Fjölnismenn að vinna þennan 3. leikluta með 3 stigum eins og staðan er núna. Seinna vítið Beintóni líka. Þá er það koma Skagamenn. Tæp mínúta eftir af 3. leikluta. Lucien í erfiðleikum hérna. Reddar þessu samt og villa dæmt á formann. Þetta var óefni. En Daniel Ágúst bara eins og mýfluga hérna í kringum Lucien. Hann þurfa alveg að passa sig. Virkilega gaman að sjá þetta Fjölnislið spila. Ég ætla bara að segja það. Þetta er körfubolti mér að skapi. Lucien, erfitt skot. Og Daniel með frákasti. Daniel fer alla leið. Frábærlega gert Daniel Ágúst. Og jafnar metin hér. 53. Klóver kemst ekki áfram í vandræðum. Hérna finnur Aron sem er aleinn inn í tegnum og kemur Skagamönnum aftur yfir. Fjölnismenn eiga síðasta skotið í 3. leikluta. 12 sekundur. 10. Hilmir aftur á Daniel. Fín vörn hjá Skaganum. Daniel inn á Ólaf sem að skilar þessu niður. Frábærlega útfær sókn hjá Fjölni og staðan jöfn hérna fyrir loka fjórðunginn. Fínasti leikluti hérna hjá Fjölnismönnum, búin að jafna metin hérna og stemmingin svolítið þeirra megin, eins og ég var nú að því komin að segja það að hérna Fjölnisliðið, þetta er það sem að ég persónulega, þetta er íslensku körfubolti mér að skapi. Ég ætla bara að fá að segja það, sjálfbærni og menn að reyna að búa til sitt lið úr heimamönnum. Þetta finnst mér algjörlega til fyrirmyndar og mætti sjást miklu víðar. Ég held að menn ætti að fara varlega í það hvað gerum við einmitt þessa ungu efnilegu stráka ef að liðin eru full af atvinnumönnum. Og það er mín skoðun og hún þarf á engan hátt að endurspegla skoðun IA TV eða IA eða Akurnesinga almennt. Þetta er einfallega það sem mér finnst og ég tek fulla ábyrgð á því. En ekki fengið nýjustu tölur hérna frá start mönnunum mínum. Jú, það er víst bara komið hjá Skagamönnum er Aron Elvar Dagsson ennþá stigaðastur, komið með 17 stig, 22 framlagspunkta. Lucien Thomas Kristófs búin að vera rólegur í síðari hálfleiknum, er enda bara með 11 stig en með 6 stóðsendingar hins vegar. Og hjá Fjölni er það Daniel Ágúst Halldórsson með 14 stig, Dwayne Ross Forman Jr. með 12. Allir Fjölnismenn búnir að skora, það er að segja þeir sem eru búnir að spila nema Hilmir Arnarsson og dreifa þessu vel. En Fjölnismenn að frákasta töluvert betur en Skagamenn, 37 móti 30. Það vekur athygli þar sem að Skagamenn svona heilt yfir hafa hæðina sem að þetta kannski sýnir enn betur en margt annað að frákast snúast ekki bara sentimetrana. Þetta eru tímasetningar, frábærlega klára hjá Forman, bjóst eflaust við að fá eitthvað
fyrir sinn snú líka, fá villuna eða eitthvað, en fékk ekki, en Fjölnismenn komnir yfir í þriðja sinn í leiknum. Davíð stígur tilbaka, skotið hittir ekki, Daniel með frákastið. Nú þurfa Skagamenn að hafa trún á þetta. Þetta er nú eitt af því sem að eldir nú stundum lið sem að hafa tapað mörgum leikjum. Það vantar að ná að fylgja eftir og klára leikina sem þeir eru að vinna. Hilmir kemst upp að körfunni, hann fer á vítalínuna. Davíð Alexander brýtur nokkuð harkalega á honum. Og þar með getur Hilmir komið sér á blað hér. Og Hilmir setur það. Þar með eru allir Fjölnismenn sem að hafa spilað búin að skora stig í leiknum. Og Fjölnismenn konið 3 stigum yfir. Hefur hægst verulega á Skagamönnum. Hilmir hins vegar misnóta síðara vítið. Aron kemur upp með boltan fyrir Ía. Ísak mætir honum. Lucien fer í þristin núna. Setur hann niður. Við viljum að fá meira af þessu, takk kærlega fyrir jafnarmetin. 58-58. Ísak á Formann. Hann á Daniel Ágúst. Ólafur út á Formann. Engelbrekt leyfir honum að kemur skref, dæmt á Formann. Formann fekk hérna illt auga frá öðrum dómarannum því hann hendi boltanum hana í burtu, en ekkert meira en það. Aron á Klóver og vilja Skagamenn komast aftur yfir. Klóver ætlar að ráðast hérna inn að körfunni, virðist nú fara í fótinn á Ólafinga hérna, en ekki dæmt. Engelbrekt situr eftir hérna. Þá koma Skagamenn. Formann, fín hreyfing, spjaldi niður. Fjölnismenn aftur komnir yfir, 60-58. Þórður fær boltan hérna, setur hann aftur á Klóver. Þórður færi sig kant og Klóver brotið á honum hérna. Ísak gerir það, við kennir það fúslega. Ára Skagamenn. Lucien inn á Engelbrekt og frábær vörn þarna hjá Ísaki. Fiskar rauning á Hendri Engelbrekt. Það er einhver pínu krísa andlegseðlis hjá Skagamönnum akkurat þessa stundina. Þeir þurfa að stíga yfir þann þröskuld. Ásbjörn Baldvinsson væntanlega að fara að leysa Engelbrekt á hólmi hérna eftir smá stund. Formann upp að körfunni og treður þessu niður og leikhlé hjá Hugo Salgado. Hann vill stoppa þetta strax. Fjölnismenn konir 4 stigum yfir. Þetta er einfallega allt og létt. Þeir eru að koma bara upp með boltan og bara Formann ræðist bara beint í gegnum teginn og treður þessu með tilþrifum, ekki það. Við sjónvarpsmennirnir, við erum alveg sjá svona hluti, en Hugo Salgado var ekki skemmt og Formann þar með komið með 18 stig fyrir Fjölni í einhverjum 20 tilraunum þó. Það er 4 af vítalínunni. Það eru fráköstin sem eru svolítið að ráða úrslitum eins og þau gera nú svo oft.
Lucien Thomas kom með 14 stig, Aron Elvar ennþá með 17. Býst við að Engelbrekt fái núna hvíld. Ásbjörn Baldvinsson kemur inn á og fær að slást við tröllið Formann. Það var það Lucien Brynjar núna að djöflast í honum og hvað klukkan fór ekki í ganga eða hvað? Hvorki leik nýja skotklukka. Það var spurning hvort að, já það konar 19 á skotklukkuna. Lucien fær hindrunna frá Ásbjörni og Ásbjörn aðleitn undir körfunni, Formann fór út í hann, Aron með erfitt skot ofan á spjaldið. Gengur ekki eins vel hjá Skagamönnum að fá góð skot hér í síðari hálfleiknum þegar Formann að stað og Ásbjörn bara brýtur á honum hratt og vel. Þeir falla síðan í faðma. Formann liggur eftir. Já, hvað þetta var fyrir skot væntanlega, já. Ásbjörn var búinn að hengja sig á hann hérna ansi snemma. Vissi alveg í hvað stemdi. Langaði ekki að komast á plakat. En gríðarlega snöggur á fyrsta skrefinu. Ekki mikið hægari á öðru skrefinu. Það var það Daniel Brynjar. Daniel reynir að komast fram hjá Lucien, kemst í fristinn, hann á stuttur. Aron með frákastið, mikil barátta hérna, endar hjá Ólaf Inga og tæknivilla dæmd á Hugo Salgado. Þriðja tæknivillan í dag, eða í kvöld hérna, fyrir eitthvað sem að dómararnir heyra og fyrst og fremst annar tveggja dómarana. Menn þurfa kannski aðeins að heyra minna. Ekki það, menn eiga að vera kurteisir og allt það. En 4 stiga munur. Daniel Ágúst, fín vörnarnan, Aron missir hann frá sér aftur, gríðarleg barátta í Fjölnisliðinu. Daniel inn á teginn, setur hann háan og Formann með frákastið. Hann fer í árásina, Klóver til varnar, nær ekki að skora, ekki í annari tilraun heldur og Þórður Freyr tekur frákastið. Lucien og Ísak brýtur á honum. Og 63-58, staðan var ekki rétt, það er búið að leiðrétta hana hann upp á töflu. 5 stiga munur. Og hérna, en Skagamenn eiga innkast og Þórður á Lucien, hindrun frá Ásbyrni og fristur beint og í 4. þriggjastaga karfan hjá Lucien Kristófis og Formann ræðst inn í teginn og villan dæmd á annarkvort Lucien eða Ásbjörn Baldvinsson. Það sennilega Ásbjörn en Formann liggur eftir, fann alveg fyrir þessari lendingu. Hann nokkuð mun grimmari hérna og sterkari í þessum hreyfingum inn að körfunni hérna núna í síðari hálfleiknum heldur en hann var framan að leik. En 6-0-8 eftir og 2 stiga munur. Og skipting hjá Fjölni, Ólafur Ingi fer að velli og Karl Ísak kemur í staðinn. Já, hann búinn að fínpúlsa hjá sér þetta færi. Svein Formann Junior
Jájá, öruggur á línu núna. Kemur Klóver, komið fram hjá Ísaki, ræðist á körfuna, skilar þessu niður. Minnka munn í 2 stig, 65-63. Brynjar á Formann og Ásbjörn sem fyrr brýtur á honum. Ásbjörn hefur ekkert mikið annað að gera. Og þetta er hlutverk að sinna. Engelbrekt búinn að fá smá hvíld. Engelbrekt með 9 stig í leiknum hingað til. En einungis 1 frákast skráð. Ég veit nú ekki hvort að það er rétt, en það er öllu minna en hann er vanur með 10,3 held ég frákast að meðaltali í leik. Og hér tekur hann frákast. Og langur bolti fram á Lucien og villa, óíþróttamannsleg villa dæmd á Brynjar Karl þarna fyrir að halda í Lucien. Og þá fær Lucien 2 víti og Skagamenn boltan, þannig að Lucien getur jafna metin hérna áður en að Skagamenn fá þessa sókn. Já, öryggið uppmálað í fyrra vítinu. Og hann jafna metin 65-65 og Skagamenn fá innkast hér. Og 14 sekundur á klukkuna. Og Lucien fær boltan úr innkastinu. Engelbrekt kemur og gefur honum hindrunina. Aron, 4 á klukkunni. Aron, þetta er skakt. Ekki gott skot hjá Aroni. Þá er það Daniel Ágúst, ræðist á körfuna, hittir ekki. Formann með frábært frákast og menn liggja þarna í teiknum. Hver annan þveran. Og Aron Elvar. En frábærlega klárað þarna frákast hjá Formann. Þá kemur Ólafur Ingi aftur inn á fyrir Ísak Örn. Lucien fram hjá Brynjari. Og Lucien tapar boltanum hann í augnablik. Aron og Þórður Freyr með pláss hérna. Nei, ekki nóg pláss til að skjóta. Aron aftur á Þórð, 5 sekundur á klukkunni. Veit hann af því. Aron fær boltan, fer í þristin og stuttur. Og það kemur Formann á ferðinni. Erfitt skot, skorar frábærlega. Villan dæmd á Lucien. Hann er alveg með óhefbundnar hreyfingar, hann Dwayne Formann, en þetta var frábærlega gert hjá honum. Og eykur munin í 4 stig og getur bætt við því 5. hér. Fjölnismenn virðast vera með svona stemminguna sín megin. Og vítið fer honi í 5 stiga munu, 70-65. Og það er ennþá bleita á gólfinu þarna. Greinilega Kristoffer Klóver flög hérna á hausinn. Og þá kemur Hugo Salgado aftur á kústinum til þess að sinna þessu hlutverki. Þá er það Lucien. Brynjar til varnar. Á Klóver. Aftur á Lucien. Hann fær hindrunna frá Engelbrekt. Og erfið sending. Engelbrekt var ekki kominn, var ekki mættur. Ólafur kemur á ferðinni fyrir Fjölni á Klóver. Klárar þetta frábærlega. Þessir ungu menn í Fjölni, maður, þeir vita hvernig þeir eru að gera þetta. Og kemur Klóver og sóknar, nei, ekki sóknarvilla á Ólaf Inga.
hindrun dæmd á Ólaf og þá væntanlega 2 vítaskot sem að Clover á. Þetta hefði getað fallið á báða vegu. Já, hann virðist hafa, já, hann skoraði úr þessu skoti. Það fór fram hjá mér. Þannig að munurinn 72-67, kemur Daniel Ágúst. Clover til varnar, en þessi fráköst hjá Fjölnismönnum og brotið enn einu sinni á formann hérna og það Lucien sem brýtur á honum. En þetta eitthvað sem verður að einfallega stoppa ef að Skagamenn ætla ekki að eiga, þeir ætla að eiga möguleika í þessum leik. Og verða þeir að stoppa þessi fráköst hjá Fjölnismönnum og við nú við 5 villur, villan hefur verið dæmd á Hendrik Engelbrekt sem var hvergi nálægt. Þarna sýndist það nú alveg augljóst að það var Lucien sem braut á og það tæknivilla á Engelbrekt. Og Jón Þór Þórðarsson lætur hann heyra það. Svíður á formanninu núna. En Brynjar á vítalínunni. Misnotar það. Já, það að sjóða upp úr hérna. En ég skil nú pirring Hendrik Engelbrekts þarna hvort að við erum nú að skoða þetta hérna á upptökunni hvort að já hann nú þarna reyndar en mér fannst það vera Lucien sem að brauta á honum í fyrra sinni. Það einhver rekistefna hérna við rittaraborðið dómararnir að fara yfir málin. Hvaða mál það eru. Þetta eitthvað með skýrslugerðarmönnunum eða sem að verið að ræða þetta. Og þá það misnóta fyrra vítið, formann, síðara vítið einnig, Aron með frákastið. Já, nú þurfa Skagamenn að fá körfu. Lucien á Aron, fær hann aftur. Clover gefur hindrunina. Með Brynjar á sér, út í hotnið á Tómas í þristin, settur hann niður! Minkamuninn í 2 stig, þetta var nauðsynlegt fyrir heimamenn. Daniel Ágúst við það að missa boltan hérna. Skipta Skagamenn, grimmt á skrínum hérna. Karl innundir á Ólaf sem að klárar þetta fagmannlega. Þórður Freyr, okkur vantar ennþá stig frá Þórði. Þórður út í hotnið, aftur á Tómas keyrir inn að körfunni. Inn á Aron setur hann beint undir hringinn, engin milla dæmt, Ólafur Ingi og Clover gerir þetta virkilega vel, stelur boltanum. Þórður á Aron fer í árásina, snýr, setur hann upp, hittir ekki. Það vildi formann fá alley-oopið en Daniel líst miklu betur á að taka þristinn og setur hann 7 stiga munur, 2:50 eftir. Eins og þessi leikur fór vel á stað, þá endurinn að valda vonbrigðum hérna fyrir okkar heimamenn. Og Lucien nær í villu á Brynjar. Og 2 vítaskot framundan.
Nú þurfa Skagamenn, já, það dugir ekki bara að skora, nú þurfa menn að fara að stoppa. Hindra Fjölnismennina í að skora. Það var svolítið verið að skora bara vild. Lucien misnota vítið. Lucien of stuttur í seinna vítinu. Og ennþá 7 stiga munur. Daniel á Forman með Aron á sér, ræðist á körfuna og gerir þetta frábærlega eftir sem að liðið hefur á leikinn. Er Dwayne Foreman Jr. búinn að vera að sýna sitt rétta andlit. Hann var ekki svipur á sjón hérna í fyrsta leikluta, en því meira sem líður á leikinn þeim mun betur spilar hann og munurinn orðinn 9 stig. Botnin aðeins dottinn úr þessu hjá heimamönnum. Dwayne Ross Foreman Jr. kom með 27 stig. Daniel Ágúst Halldórsson með 17. Hann er búinn að vera gjörsamlega frábær einnig. Og takið eftir í Daniel Ágúst með 11 fráköst. Ólafur Ingi 16 fráköst. Foreman með 12. Þetta sýnir okkur enn og aftur að fráköst snúast ekkert neitt annað heldur en bara vilja og tímasetningar og baráttu. En hjá Skagamönnum Lucien Kristófis stigahæstur með 19 stig. Hann með 6 stóðsendingar að auki. Aron Elvar Dagsson með frábæran leik 17 stig, 13 fráköst. Aðrir minna, Kristófer Klóver með 15 stig, 3 fráköst. Það einfaldlega bara allt og lítið. Engelbrekt með 2 fráköst, 9 stig. Þetta eru hlutir sem að þurfa að vera í lagi ef að liðið ætlar að ætla sér meira. En ég ætla samt að segja það eru góðar vísbendingar að Skagaliðið sé á réttri leið hér. Þrátt fyrir það að Fjölnismenn virðast vera að ná í sigur hér. En vel gert hjá Lucien að vinna boltan aftur þarna. En ég segi bara við Fjölnismenn, haldiði áfram á þessari braut. Ekki fara út af þessari stefnu. Sjáum hér Daniel Ágúst, enn eitt frákasti sem hann dettur fyrir Fjölnismenn og frábærlega klárað þarna. En sjáum við, þetta eru einhver 3 fráköst, sóknarfráköst í einni sókn sem enda með því að Dwayne Foreman klárar þetta. Klóver skorar fyrir Skagan, en það dugir ekki bara að skora, það þarf að stoppa. Fjölnismenn í sókn. Foreman, Skagamenn komnir í svæðisvörn hérna. Daniel Ágúst, fín vörn hjá Tómasi. Tómas enda með boltan eða hvað? Nei, þeir henda sér á þetta Fjölnismenn. Daniel Ágúst stígur utan vallar hér. Og það þarf væntanlega að þurrka völlin hér. Eða hvað? Jú. Jón Þór kemur á vettvang eða hvað? 7 stiga munur, 1:17 eftir. Ef að Skagamenn þurftu einhver tíman körfu og helst 3 stig hér. Þá það hérna. Kom loksins stopp í vörninni. Jón Þór búinn að ná þessu. Það koma Skagamenn. Hann liggur á. 7 stig, 1:13. Lucien reynir að búa sér til pláss. Aron. Hann með Foreman í bakinu. Þórður Freyr í þristinn. Ekki hittir hann. Það hafa verið mjög mislaðar hendur í þessum leik. Daniel Ágúst í árásina. Fer alla leið, setur hann í spjaldi og niður. Ég ætla bara að útnefna Daniel Ágúst, mann leiksins
heilt yfir. Aron nær ekki að skora og þá eru Fjölnismenn fram á Forman með frábæra takta, skilar þessu niður og tryggir þetta endanlega. 85-74 í rauninni sorglegur endir fyrir heimamenn sem eru búin að, og hér er frábært skot hjá Lucien. Þristur, hann allavega mjög gaman að sjá í næstu leikjum hjá Skagamönnum. Næsti leikur er á föstudaginn hér heima gegn Haukum. Hann svo sem engir aukvisar að koma í heimsókn þá. Toppliðið Karl á Ólaf, hann út á Daniel Ágúst. Þeim leikur ekkert á núna. Sigurinn er í höfn. Daniel missir þennan, eða Klóver sem hann er að slá hann frá honum. Og það er leikhlé. Frábær endasprettur hjá Fjölnismönnum sem að það er einfallega bara viljinn, baráttan og vinnusemi sem að hefur skilað þessum sigri. Eru vel að þessu komnir, lentu einhverjum 10 stigum undir í fyrri hálfleiknum en náðu að vinna sinn í leikinn og það eru fyrst og fremst frákustinn sem að, já, betri vörn í síðar hálfleiknum sem að hefur skapað þennan sigur. En 18,7 sekúndur eftir. Það eru Fjölnismenn sem er innkast undir körfunni hjá IA. 10 sekúndur á skotklukkunni, munar 8 sekúndum eða svo. Brynjar á Karl, hann á Daniel brotið á honum. Þessi nú algjör óþarfi. Tómas brotlegur og Daniel Ágúst getur kóruna góðan leik sinn hér af vítalínunni. Áhugavert, hann stendur nú alveg góðu feti fyrir aftan. Nei, hann færi sig núna. Þetta er sér íslenskt fyrirbæri með allar þessar línur á vellinum. Og seinna vítið skila sér. 86-77. Lucien geysist fram hér upp að körfunni, klárar þetta frábælega. Búin að eiga fína leik. Forman við það að missa þennan fyrir í þristin. Nei, það var þetta sending. Og leiklokið 86-79. Bara baráttu sigur Fjölnismanna hér. Virkilega góður síðari hálfleikur, mikil barátta, mikið hjarta sem að þeir sýndu hér í bíflugnabúinu. Skagamenn hins vegar geta tekið margt mjög jákvætt út úr þessum leik og margt til að byggja á. Það eru framfarir og góður hlutir gerast hægt, en ég ætla að sjá hvort að ég fæ svona einhverja loka tölfræði hérna senda frá þeim á rittaraborðinu. Þannig ég geti kannski farið yfir svona það helsta, en það er Dwayne Ross Forman Jr. sem var stiga hæstur í liði Fjölnis og Daniel Ágúst næstur á eftir honum og hjá Skagamönnum var það Lucien Thomas Kristófis sem var stiga hæstur, það er nokkuð ljóst, og Aron Dagur einnig með frábæran leik, en ég er ekki að fá neitt staðfest sent frá rittaraborðinu.
Þannig að ég minni bara á að næsta beina útsending okkar, ég veit ekki betur en að það sé bara næsta föstudagskvöld þegar Haukar koma hérna í heimsókn í Býflugnabúið og síðan næstu helgi, bæði laugardag og sunnudag verðum við með fimmleikamót sem hér í gangi og það bara þess verði að fylgjast vel með því. Annars hægt að sjá dagskráin okkar viðburðið framundan í beinni á iatv.is og einnig hægt að horfa þar á bæði beinar útsendingar og upptökur af öllum okkar útsendingum. Þannig að þið endilega kíkið á það. Það alltaf eitthvað gaman að rifja upp hitt og þetta sem við erum búin að gera á þessum, þetta að vera 6 ár síðan við byrjuðum. En Örn Arnaldsson heiti ég vil þakka kærlega Ingimar Elvar Ágústssyni fyrir stjórn útsendingar hér og þeim ungu mönnum sem lögðu okkur lið hér á myndavélunum en þangað til næst bið ég ykkur vel að lifa og þakka kærlega fyrir okkur í kvöld.